Sjóveiki er algeng meðal íslenskra sjómanna. 88% þeirra hafa upplifað sjóveiki samkvæmt nýrri könnun. Nærri helmingur sjómanna segjast þeir þjást af mígreni eða spennuhöfuðverk og slysasaga sýnir að þeir fara oftar á sjúkrahús en aðra stéttir. Nanna Ýr Arnardóttir, lektor við Háskólann á Akureyri, er gestur í Landsbyggðum. Nanna Ýr, þessi könnun ykkar sem er nokkuð umfangsmikið, hversu stór er hún og hver er tilgangurinn? Jú, okkur langaði svolítið að skoða sjóveiki hjá sjómönnum á Íslandi. Þannig að við höfðum samband við Slysavarnaskóla Íslands og fengum að leggja fyrir spurningakönnun. Við gerðum þetta í fyrra, 2019, og við fengum alveg 262 sjómenn til að taka þátt. Fengur reyndar aðeins líka nokkra af Eyjafjarðarsvæðinu til að taka þátt. Það var aðeins minni svörun þar en við endum alveg með þó nokkuð marga sjómenn. En að gera svona viðamikla könnun sem sagt með tæplega 300 manns, það þýðir þá væntanlega niðurstöðurnar eru á margan hátt svolítið marktækar eða hvað? Jú, við getum sagt að þetta sé nokkuð marktækt með að við fengum þannig fjölda. Þannig við getum aðeins svona tekið marka á niðurstöðum. En tilgangurinn, hver er hann í raun og veru? Jú, það er bara að skoða bara tíðni, algengi sjóveiki hjá sjómönnum og tengja það svolítið við heilsufarsþætti hjá sjómönnunum. Hvað er sjóveiki fyrir nokkuð? Sjóveiki er bara viðbrögð heilbrigðs einstaklings á hreyfiríku umhverfi. Þetta er náttúrulega ekki veiki í sjálfu sér, þetta er náttúrulega bara, ef maður fer til dæmis á sjó, þá er alltaf ruggað í kringum hann, en líka með segir manni að maður sjálfur ekkert að framkalla neina hreyfingu. Heldur er umhverfi í kring að valda truflun á innra eyranu. Þannig að það er skynjunar vandamál sem að verða til hjá fólki eða hvað? Já, akkurat, skynjunar vandamál. Við erum með innra eyrað sem er að hjálpa okkur með jafnvægi. Við erum með hárfrumur þar inni sem að segja okkur hvernig staðan á líkamann er. Og þegar við förum út á sjó, þá náttúrulega verður allt ruglað. Við sjáum að við erum ekkert út að skokka neitt svoleiðis, heldur erum við bara kjur að horfa á einhvern vegg, kannski einhverjum bát, og þá voru líkamann svolítið hvað er í gangi? Þetta er eitthvað skrítið. En hvers vegna er það að mannskepnan, hún bregst mismunandi við? Sumir finna ekkert fyrir sjóveiki? Já, þetta er eiginlega virðist vera alltaf að happa glappa. Þetta er náttúrulega líka ættgengt. Það hefur verið sýnt fram á að þetta liggur svolítið í ættum. En það er bara, fólk, og svo kannski líka það að maður er ekkert að viðurkenna mjög auðvitað að maður sé sjóveikur. Það er ekkert gaman að segja maður sé með einhverja veiki. Þannig að kannski eru fleiri að upplifa sjóveiki þó þeir segja ekkert uppáttu hvað sem er. En hver eru einkennin? Þau eru ekkert endilega eins og er oft í teiknimyndum minnstakosti að bara kasta upp út fyrir borðstokkinn. Nei, það er nefnilega málið að flestir halda sjóveiki, en maður verður ekki sjóveikur fyrir maður sé búin að gubba, bara leggjast á gólfið og æla eða eitthvað svoleiðis, en það er náttúrulega bara, þetta er miklu víðari einkenni. Þetta er til dæmis bara þreyta, þurrkur í munni og rop og svitamyndun og bara hausverkur svolítið. Þannig að þetta er ekkert bara það að æla eins og margir halda. En svörin sem að þið fenguð, einkennin, þau eru væntanlega þá mjög mismunandi eftir fólki? Já, þau eru það. Og mér finnst líka bara að þegar fólk áttar sig á að þetta séu einkenni sjóveiki, þá eru þau alveg að finna sig, og viðurkenna kannski fyrir sjálfum sem meira, ég hef verið sjóveikur. Ég kannast vel við þessi einkenni þegar ég er út á sjó. En þessi niðurstaða sem að þið þá eru núna rétt það bil að birta, eða nýbúin að birta, að það sé þannig að það eru 88% sjómenna sem að segjast hafa orðið sem varir við sjóveiki af einhverju tagi. Já, og þetta er náttúrulega bara virkilega há tala. Þetta eru mjög margir, það er langt flesti getur maður sagt sem eru að upplifa þessa sjóveiki. Hvað með aldursdreifingu til dæmis? Er það frekar yngri sem að eru rétt að byrja að fara á sjóin eða er það gömlu hundarnir líka? Það er nefnilega, þetta er svolítið skemmtilegt því að við sáum mun þarna á milli. Þetta eru frekar þeir sem eru yngri en 50, við erum að bera það saman við þeir sem eru eldri en 50 ára. En það er samt sem aður allur hópurinn sem er að finna fyrir sjóveiki. Og ef maður skoðaði, við spurðum líka út í hvenær varst að finna fyrir sjóveiki, og þá komi ljós að flestir voru að finna þetta fyrst þegar þeir fóru á sjó og jafnvel eftir langa dvöl á landi. Þá voru þau upplifað þessu sjóveiki.
En það líka kannski ekkert skrítið að þeir sem eldri séu að finna minna fyrir sjóveikinni því að sjóveikin hún minkar með aldri líka út af því að við byrjum að tapa heyrninu lítið með auknum aldri. En það stundum sagt að sjóveiki hún eldist sem þetta afmanni. Já, og það eiginlega alveg rétt sko. En tengist þetta allt saman sjóveikin, hún tengist heyrninni með mjög sterkum hætti eða hvað? Já, vegna þess að þegar við erum að eldast þá erum við að missa þessar hárfrumur sem þýðir þá að við kannski skynjum aðeins minna þetta hreyfiríka umhverfi. Þannig að það ekkert óeðlilegt. En hver munurinn sem sagt á sjóveiki og svo aftur sjóriðu? Jú, sjóriðan þá þegar maður komin í land. Maður kannski búin að vera út á sjó í svolítið langan tíma og maður búin að venjast umhverfinu þar. Það tekur alltaf svona 3 til 4 daga að venjast að því að vera út á sjó. Svo ertu kannski út á sjó í kannski 3 vikur og þú ert bara orðinn góður og sáttur við umhverfið þar og allt í góðu og þú ert bara búin að venja að þetta rugg eðlilegt, erum við búin að segja heilanum. Svo komum við í land og þá náttúrulega heilin ennþá bara já, hvað ruggið sem ég er búin að aðlaga mig að. Þannig að þá byrjar að upplifa þess að sjóriðu og það þá kannski helsta einkenni jafnvel þá bara að þú finnur þessa ruggtilfinningu áfram og svo það líka bara svona sljóleiki og þreyta, jafnvel skapgerðarbreytingar. Þannig að það ýmislegt sem maður getur fundið fyrir maður kemur heim aftur. Þannig að sjóriðan hún getur á margan hátt verið mjög varasöm bara í daglegu lífi þegar í landi komið. Já, alveg bara tvímælalaust. Það væri alveg mjög gott rannsóknarefni að skoða meira hvað gerist, hvernig líður sjómönnum þegar þeir koma aftur í land, hvernig þessi sjóriða hafa áhrif til svo slysatíðni. Það eitt sem mjög áhugavert að skoða. En sem sagt, þeir sem að verða sjóveikir, það svona í upphafi sjóferðar eða hvað, þá eru einkennin algengust. Jú, það talaði svona 3-4 daga og sumir verða náttúrulega bara alltaf sjóveikir. Þannig að hugsaðu ykkur maður fari í vinnuna og maður verður bara alltaf lasinn fyrir hluta vinnuvikunnar. Það ekki mjög skemmtilegt. En þið eru svona búin að vera að kanna þetta í töluverðan tíma. Er þetta feimnismál heldurðu? Ég held að þetta sé minna feimnismál en það var hérna fyrir nokkrum árum síðan. Nú maður farið svona, tíðarandinn þannig að maður þori meira svona að viðurkenna veikleikar sína svona aðeins út á við. Að þetta var klálega feimnismál hérna í gamla daga og kannski líka vanþekking á einkennum. Þegar þið voru að vinna úr öllum þessum spurningum og þá svörum, funduðu það kannski var svolítið kannski undirliggjandi að sjómönnum bara fannst gott að fá þennan spurningalista? Já, maður sá það kannski aðeins í svörunum sem komu í lok spurningalistans, þá vorum við að spurja ertu með einhver ráð við sjóveiki og þá komu ótrúlega fjölbreytt svör, þannig að það voru þá gátu þau sagt aðeins frá þetta til staðar en ég get gert þetta til þess að minnka sjóveikina en sumir sögðu mér að sjóveiki væri bara andlegt ástand og væri ekki til meðan aðrir sögðu bara mikilvægt að borða epli áður en fyrir sjó svo mikilvægt að fara aðeins í bátinn áður en við leggjum af stað og svo mikilvægt að gera þetta og hitt þannig að sjómenn vilja ræða þetta. Þetta eru væntanlega að langstærstum hluta karlmenn eða hvað? Jú, við vorum bara með af þessum 262, þá vorum við bara með 11 konur, þannig að það væri náttúrulega frábært að fá svör frá fleiri konum, en hversu marga konur eru á sjó svona að staðaldri, þekki ekki alveg tölurnar bak við það, en þetta voru aðalega karlmenn hjá okkur núna. En eru eitthvað svona getgátur hjá ykkur vísindafólkinu hvort það sé einhver munur, jafnvel, á milli kynjanna, hvað varðar sjóveiki og sjóriðu og allt þetta? Já, sko, það hefur verið sýnt fram á kynjamun þetta milli og að konur sýni meiri einkenni hreyfiveiki en það talið að stór hluti ástæðansins sá að konur svona ófeimnari við að segja frá að þeim líði illa með við kallana. Þannig að kynjamunur kannski, já og nei, má segja. Þið könnuðu sérstaklega heilsufarsvandamálin sem að þið tengjast þá hreyfiveiki og þar kemur í ljós að ansi stór hluti sjómanna segjast vera með mígreni. Já, það náttúrulega útrúlega merkilega niðurstöður. Við vorum með alveg tæplega helmingin sem voru með mígreni eða spennuhöfuðverk og það náttúrulega bara eitthvað sem að þyrfti að kanna nánar. Hvort það sé bara þetta álag út frá sjóveikinni eða hvort það sé vinnu aðstæðuna sem að spila þarna inni.
Við erum ekki búin að skoða það en það er vissulega áhugaverðar tölur. Hvers konar mígreni þetta? Já, þetta er bara þetta venjulega mígreni, bara eins og greint hjá lækni. Engin sérstök undirtegund af mígreni. Þetta var bara svona almenn spurning mígreni, hvort maður væri með mígreni eða ekki. Eða hafi verið greindur með mígreni. Og spennu höfuðverkur. Og þá hugsa maður einmitt kannski vinnuaðstæðurnar. Þetta er væntanlega út frá öxlunum og þú ert að vinna í óþægilegri stellingu eða eitthvað svoleiðis sem myndar þá bara höfuðverk út frá vöðvabólgu. Eru þetta niðurstöður sem að ykkur kom bara verulega á óvart sem þið vissu kannski en þó ekki? Já, eiginlega okkur grunaði þetta en þetta kom samt sem áður óvart að fá svona staðfestingu á þessum niðurstöðum, má segja. Tengist þetta þá jafnvægisskyninu eða hvað? Já, líklegast gerir það. En það var eftir að fara aðeins betur í og kafa dýpra í þessi svör, hvernig tengingin er þarna milli. En það gæti verið einhver tengsli á milli. En bara það að helmingur sjómanna sé með mígreni eða höfuðverk, þetta er svona bara uggvænlegt. Þetta er það, virkilega. Og þetta er eitthvað sem maður þarf að skoða nánar og velta fyrir sig hvort þetta sé eitthvað, hvort þetta sé hreinlega vinnuaðstæðurnar eða hvort þetta sé eitthvað annað. Hvernig var þetta að bæta þetta? Hvernig var þetta að minnka líkurnar á að fá þessa leiðinda sjúkdóma sem trufla vinnu klárlega, mígreni og höfuðverkur og þetta truflar vinnu. En var þetta út á sjó eða hélt þetta áfram eftir að í land var komið? Sko, við spurðum bara hvort að þessi sjúkdómar hafa verið greindur af einstaklingnum, bara ekkert endilega hvort það komið sérstaklega fram úr sjó eða hvort það komið sérstaklega fram þegar á land er komið. Þannig að þetta var bara svona almennt yfir hvort þeir hefðu verið greindir með þessi einkenni. Hvað með til dæmis þá suð fyrir eyrum? Já, við vorum með líka mjög háa prósentu sem var með suð fyrir eyrun og ég held að það fari ekkert milli mála hvað það kemur. Það er þeir sem hafa komið út á sjó, þeir vita að það er náttúrulega stanslaust niður og þetta er náttúrulega truflandi fyrir eyrun að fá aldrei hvíld. Þannig að þarna eru klárlega einhver tengsl milli vinnuaðstæðna og suðs fyrir eyrum. Þýðir þetta þá, hugsanlega er þetta að lesa út úr þessu að sjómenn og þá var það kannski bara hátt hlutfalli sé með skerta heyrn? Já, eða allan á leiðinni að fá skerta heyrn. Pottþétt. Hvað getum við lært af því? Já, ég held bara, mann langar strax eiginlega að fara í það að skoða vinnuaðstæður, mæla með notkun heyrnarhlífa og eitthvað svoleiðis. Það er kannski bara fyrirtækin sem þurftu að fara kannski skoða sín mál. Hvað með að slysa sögu þá sjómanna? Eru sjómenn líklegri til þess að verða fyrir slysi heldur en aðra stéttir? Já, við spurðum þá hvort þeir hefðu einhvern tíma þurft að leggjast inn á sjúkrahús einu sinni og oftar á ævinni og bæði þá tengt vinnu á sjó og bara þegar land er komið og kom í ljós að rúmlega 30% hefðu þurft að leggjast inn á sjúkrahús eftir að komið var í land og 18% höfðu þurft að leggjast inn á sjúkrahús vegna slysa á sjó. Þannig að þetta eru mjög háar tölur bara svona miðað við þennan meðaljón. En þeir sem eru að leggjast inn á sjúkrahús eftir að komið er af sjónum, hvað segir þetta okkur? Já, þetta segir okkur við þurfum að fara að skoða hvort að eru þeir að lenda frekar í slysi þegar þeir eru nýkomnir heim á sjó. Hvað gerist þarna? Er þetta gerast fyrstu 2-3 dagana? Þegar þeir eru kannski með sjóriðu eða hvernig er þetta að gerast. Þannig að þetta er náttúrulega bara mikið rannsóknarefni og var mjög áhugavert að kafa dýpra í þetta. Hvenær þessi slys er að gerast? Er þetta tengt sjóriðinu eða hvað er þetta? Þannig að þetta getur nú heldur betur undið upp á sig allt saman. Virkilega. En hvað með að það sé 18% sem hafa lagst inn á sjúkrahús eða orðið fyrir slysi við vinnu út á sjó? Já, og þetta er náttúrulega þekktar tölur svo sem bara úr svona slysaskrá og svoleiðis að slysatíðni sjómanna á sjó er bara mjög há og bara með við venjulega vinnustaði, öðruvísi vinnustæði þá er þetta há tala. Þannig að það er alveg pínu hættulegt að vinna á sjó. Það er að leggja sig, útsetja sig fyrir vissi áhættu. Er einhver munur á bæði með sjóveikina og svo með vinnu aðstæðu slysasöguna, hvort þú ert á litlum báti eða stórum togara? Já, við fundum það út að þeir verða frekar sjóveikir sem eru á þessum minni togurum og þá erum við að tala um það minni en 45 metra löngum eða stórum
og þeir eru frekar að finna frekar fyrir svona sjóveikjaeinkennum með þá sem eru á stærri bátunum. Hver heldur að skýringin sé þar? Já, það þyrftu þeir kannski að svara sem að þekkja munin á þessum bátum, en maður myndi ímynda sér að þetta sé kannski að þessi minni skip eru að taka á sem meiri sjó, þannig að maður finnur vantilega fyrir meiri velting heldur en að vera á stórum bát. Það ég stundum spurt svona sem sagt þegar maður að tala við sjómenn og sérstaklega þegar koma ný skip, þá bara sagt mjög, já þetta nú mjög gott sjóskip. Já, þetta geti haft áhrif, en svo náttúrulega bara þeir sem eru svona sjóveikir næmir, maður segir svo, þeir verða væntanlega bara sjóveikir alveg sama hvað. En sem sagt, hvað þá með sem sagt, það eru til lyf, sjóveikislyf, eru sjómenn að skuttla í sig 2 töflum rétt fyrir túr? Já, við spurðum þetta akkurat í rannsókninni og við fengum þau svör að það væru alveg einhver 22-23% sem eru að taka sjóveikislyf fyrir túrin sinn. Og það náttúrulega bara, ef maður hugsa þetta það bil 1 af hverjum 5 og næstu 1 af hverjum 4 sem eru að nota þessi lyf. Þetta náttúrulega lyf sem eru sljókandi og þetta náttúrulega væntanlega dregur úr bara afkasta getum hans í vinnu. Þannig að þetta líka svolítið áhugavert að sjá þetta. Ég bara það sé sem sagt 15 af einni stétt sem að að vinna þannig vinnu að þurfa að taka lyf áður en haldið til vinnu. Það nú svolítið svona ógnvekjandi eða hvað? Já, við myndum kannski ekkert sagt okkur við þetta á skrifstofun og þurfa alltaf að taka einhver lyf til þess að bara geta starta vinnuvikunni. Ef maður setur þetta upp þannig, þá þetta mjög áhugaverðar tölur. Hvað eru sjómenn að segja sem sagt, þegar þeir eru þá spurðir hvað nú svona besta ráðið gegn sjóveikinni? Það að eins og sagðir áðan, borða epli og... Já, svo náttúrulega það búið að rannsaka suma þætti hreyfiveikinnar og hvaða áhrif, hvernig maður getur minnka áhrifin og það til dæmis bara að horfa í sjóndeildarhringinn, reyna að horfa til lands, að þú segir ekki til lands, horfa þá bara sjóndeildarhringinn og svo líka passa sig að vera ekki að horfa niður í veltinginn og svo oft talað að þeir sem vera strax sjóveikir, að þeir fá að byrja túrin þannig að þeir byrja að leggja sig. Þeir voru svona að mæla með því og líka að liggja fyrir miðjum bát, frekar aftarlega eða fyrir miðju til þess að minnka sjóveiki áhrifin og svo var líka talað að reyna að hafa allt eitthvað að gera, ekki láta trufla rútínuna þína, það minnkar einkennin og svo var náttúrulega líka eins og segi svör sem að voru eins og sjóveiki ekki til, því þarf engu að svara hér, þetta ekkert ástand sem í raunveruleikanum til. Svona, þið eru svona væntanlega ennþá að greina svona niðurstöðurnar og rýna í þetta allt saman. Hvað núna svona tekur við hjá ykkur? Varðandi frekari kynningar og vinnslu á þessu öllu saman? Já, þetta svona fyrstu niðurstöður sem við erum búin að skoða í tölfræðiforritun okkar og við erum eftir að fara dýpra og skoða vissa þætti. Nú sjáum við hvað spennandi í þessum gögnum og þegar maður búin að sjá hvað spennandi þá fyrir maður að leggst enn betur í þá þætti og greinir það betur og skoðar aðra rannsóknir og svoleiðis, þannig að það bara áframhaldandi vinnsla og kynning á efninu. En þetta ekki eitthvað sem ætti að vera búið að rannsaka fyrir bara margt löngu síðan bara fiskveiðið þjóðin og strand eyríkið Ísland? Algjörlega, svo þegar maður fyrir að skoða það þá áttar maður á því hvað virkilega búið að rannsaka þetta lítið með við hvað að Ísland náttúrulega hefur stóla á fiskveiðar í gegnum árin. Þannig það eiginlega merkilegt hvað þetta hefur lítið verið skoðað. Þannig að þessar rannsóknir þær væntanlega bara koma til með að vekja athygli bara á alþjóða vettvangi, jafnvel. Já, og ég vona þá sérstaklega hér á Íslandi svo að verði kannski vakning hjá fyrirtækjunum og bara huga enn betur af starfsmönnum sínum, leyfa að komast í gegnum þessa sjóveiki og kannski að minnka einkenni sjóveiki líka ef við getum fundið út hvernig við getum dregið úr einkennunum. Þá það eitthvað sem að fyrirtækin getur þá lagt sig fram við að hjálpa sjómönnunum að gera. Það komin sjóveiki hermir til Íslands. Verið að nota hann heldur mikið? Það allt í vinnslu. Vonandi það hægt í framtíðin að fá þess að verða sérstaklega hreyfiveikir eða sjóveikir í svona hermi áður en þau fara í vinnuna og kannski þetta þróa tæknina enn lengra og kannski
setja þetta á svona einfaldari máta, kannski með einhver tölvuleik sem þú getur svona sjóað svolítið til, eða ég veit ekki, app í síman sem að getur hjálpað þér að yfirvinna fyrstu stigin af sjóveikinni. Þannig að þið komið til með að vinna við þetta áfram upp í háskólanum á Akureyri og þá í samvinnu væntanlega við miklu fleiri. Já, þetta er það sem er svona næstu skref, að skoða hvernig við getum hagnýtt þessar rannsóknir og hagnýtt þessar niðurstöður. Eru Íslendingar þá nokkuð bara framalega á þessu sviði eða hvað? Já, þetta er náttúrulega út allan heim, en jú, við viljum meina að við séum nú kannski svona frekar framalega hvað þetta varðar og við minnst líka að við ættum að vera það. Verandi þetta eyríki með fullt af bátum og sjó allt í kringum okkur. Við komumst ekkert á þess að fara annarkvort á sjó eða í flugvél og þá verðum við hreyfiveik. Hver er munurinn til dæmis á sjóveiki og svo bara flugveiki? Hún er kannski ekkert rosalega misjöfn. Þetta er náttúrulega, það koma sömu tilfinningar upp, en það má kannski segja að veltingurinn svona, hann er miklu kröfturi, þú myndar kannski meiri hreyfiveiki á sjó heldur en í flugi. Það ert ekki með alveg jafn mikinn titring, en náttúrulega maður sér leið og flugvélin fer eitthvað og það fer að vera ókyrr í loftinu, þá náttúrulega heyrir maður að einn og einn kastar upp, þannig að það kannski má segja að það sé ekki mikill munur nema kannski að áreitið er kröftur út á sjó með við flugi. Aftur af þessum niðurstöðum að sjómenn þeir lendi í slysum fljótlega eftir að koma heim, þá er það sjóriðan. Hvaða lærdóm geta þeir þá sjómenn dregið af þessu? Það er að vera ekki að endilega með borvélina bara eða saugina á lofti bara strax eftir að komið þeir úr túr. Nákvæmlega, það er rosalega gott að vekja athygli á þessu svo að sjómenn getur verið meðvitaðir það að þetta er málið þegar maður kemur í landa. Maður er kannski ekki alveg fitt í hvað sem maður er kannski ekki að fara að taka einhvern hringferð landið eitthvað svolítið með fjölskylduna í bíl, maður er aðeins að jafna sig, nota nokkra daga að bara ná áttum og ná að aðlagast þessu hreyfi snauða umhverfi sem maður er á þegar maður kemur til lands. En skynjuðu þið það svona eitthvað þarna í gegn, sem sagt svona einhverja kallmennsku að þeir bara myndu bara hrista þetta af sér? Já, það er sást pínu í gegn, en ég held að þetta sé að batna. Fólk er að þora að viðurkenna aðeins meira veikleika sína en það var fyrir bara örfáum árum. En heldurðu, þetta náttúrulega er ótrúlega algengt að 88% segjast hafa fundið fyrir sjóveiki, en að skip séu að verða betri á einhvern hátt, er hægt að koma í veg fyrir sjóveiki bara með betri sjóskipum? Já, það hefur verið gerð einunur rannsókn sem Hannes Petersen birti fyrir 10 árum, en hún er 20 ára gömul gögn og þar sáum við mjög svipaða tölur í sjóveiki. Þannig að það er kannski þetta ætlast, maður getur kannski sagt að skipin séu orðin aðeins betri fyrir 20 árum, en sjóveiki talan er samt sem áður mjög svipuð. Þannig að við erum kannski erum við komin bara á toppin með hvað er hægt að gera með bátana, því að við spurðum líka, er skipið eitt gott sjóskip, og það voru 95% sem sögðu að skipið væri gott sjóskip. Þannig að ég held að eins og staðan er núna, þá er það ekki skipin sjálf sem að valda mestum einkennum. Ég held það, já. Þannig að það eru ýmsir aðrir þættir. Já, og líka bara þetta að fólk bara verður sjóveikt sama hvað, margir hverjir. En þegar þið voruð að semja spurningarnar og bíða eftir svörum og greiningum, hvað er það sem að kom ykkur svona helst á óvart? Já, ég held að við komum mest á óvart að sjá þessu með sjóriðuna. Það voru mun fleiri sem að voru að segjast hafa fundið fyrir sjóriðu með hvernig það var í könnunum sem var gerð 20 árum áður. Þar jókst svörun kannski 10%, þannig að það kom heldur mest á óvart. Hversu margir verða finna með sjóriðu, og ég held að það sé akkurat út af þessu að við erum að tala hver einkennin eru. Ekki bara spurja beint út, hefurðu fundið fyrir sjóriðu? Og það var bara svona, nei, ég hef gert það. En hefur við liðið svona eftir að kemur land, svona? Jú, kannast vel við það. Og sjóriðan, hún getur verið í raun og veru stór hættuleg á margan hátt fyrir sjómenn. Já, og kannski þessi þáttur sem er mest falinn í þessari sjóveiki umræðu, að sjóriðan er mjög varasöm. En voru einhverju þættir sem voru alveg klár að
yrði niðurstaða? Jú, það þó kannski aðalega við vissum hvað sjóveikin algeng og við byggumst alveg við hárri svörun þar. Að fólk var að segja að það hefði upplifað sjóveik einhvern tímann á ævinni. Það er kannski kom okkur svona minnsta óvart og jafnvel kannski líka þetta með slysatíðnina. Við vissum okkur grunaði að slysatíðnin væri há. Þannig að þetta staðfesti kannski svona grun má segja. Og þið svona endið ykkar rannsóknir eins og vísindamenn gera svo gjarnan að segja frekari rannsókna þörf. Það akkurat sem að allir vísindamenn gera, þeir enda akkurat á því og það akkurat sem að í svona greinaskrifum, þegar maður að skrifa greinar út frá efninu sem maður gerir alltaf og þá alltaf tekið fram, já við skoðum þetta, að skoða þetta nánar og fara betur í þetta og svoleiðis, þannig að það akkurat rétt sem hún segir. En það ekki nokkuð bara pottþétt að þið haldið áfram í þessu? Jú, það alveg á hreinu. En hvað með sjálfa Nönnu Ýr, hún sjóveik? Já, ég var allan mjög bílveik sem krakki og ég man eftir mörgum ferðum yfir Holtavörðuheiðina sem að mér leið bara mjög illa. En sjóveik, jú, ég hef fundið fyrir sjóveiki og sjóreiði. Nanna Ýr Arnardóttir, lektor við Háskólann á Akureyri, þakka þér fyrir komuna.